Komið blessuð. Verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Já, Hvíti mávu dagsins, hann komin hér á heimaslóð, náttúrulega hér alltaf af og til, býr í Reykjavík, einn þekktasti leikari landsins, Arnar Jónsson. Við ætlum að spjalla pínlítið saman, en það margt að ræða þegar hann annars vegar. Viljið ekki bara koma með? Arnar, vertu velkomin. Takk að ég kærlega fyrir það. Kannski asnaleg spurning, ég veit það ekki, en sko þegar menn búin að leika svona mikið eins og þú, fá menn aldrei leið á þessu? Verður aldrei leiður í vinnunni eins og það stendur? Kulnun í vinnu? Já. Nei, ekki hef ég orðið varðið það. Nei, alls ekki. Það getur vel verið að það verði ýmsir alveg hundlegir á þessu og finnir skynsamlega þess að snúa sér einhverju öðru. Já. Það hefur eiginlega aldrei nokkurn tímann komið fyrir. Nei, ég verð bara að eiga það við sjálf á mig einhvern veginn. Það gekk ekki. En þú komin á aldur? Já, ég kom á. Sem þýðir hvað? Máttu ekki vera fastráðinn eða? Nei. Í Þjóðleikhúsinu? Nei. Eða við skvatleikhús? Nei, ég bara frílans, ég bara verktaki. Mátt? Ef þú vilt vinna, máttu það, eins og segir? Það liggur við það. Og þetta náttúrulega asnalegt og þessu náttúrulega auðvitað verið að breyta, bæði víða held ég annar staðar en þessi ljóð eru svona. Hvað máttu gera? Þú mátt samt vinna frílans? Já, það getur engin bannað með það. Nei, en þú komin á styrk eins og maður segir? Já, ég er komin á ákveðin styrk. Já. En sem sagt að það hefur ekkert verið neitt lát á verkefnum og það er bara flott. Ég er bara kátur með það. Þú hlýtur að vera óskaplega heppinn hvað þetta varðar, því að maður alltaf veit að fullorðnir leikarar, þeir svona detta út, sko. Já, það fer náttúrulega, það kemur náttúrulega sjálfsagt til að mörgu. Eitt er auðvitað minnið. Og auðvitað er þetta fyrirhafna samar en það var. Er það? Það er það aðeins, já. En samt, ef að nægur tími er gefinn, þá er þetta allt í góðu lagi. Já, en þú varst nú hér daginn, já. Að leika, já. Í þarna... Býr Íslendingur hér, já. Leifur Möller. Já. Mikil texti. Já, það var brekka, já. Það var töluvert brekka og kannski var ekki gefin alveg nægilegu tími, ég veit það ekki, en það var svona, það stóð mjög tæft en þetta gekk alveg, held ég, mjög þokkalega. Já. En þú varst nú búinn varstu búinn að leika einhvers staðar áður eða? Nei. Þetta var frumsýnt hér? Já. Nei, þetta verk hafði verið sýnt. Já, verkið hafði verið sýnt. Verkið hafði verið sýnt áður. Já, en ekki þú í verkinu? Nei. Já, en nú ertu komin aftur heim? Já. Heim, segir svona. Já. Og hvað er þetta að gera? Nú ætlum við að vera með, sko, þetta nú þannig að fyrir rétt liðlega 60 árum þá stóð ég í fyrsta sinn á sviði samkomuhússins. Þú segir engu frá þessu. Á sviði samkomuhússins í verki sem heitir Hans og Greta. Já. Og barnaleikrit sem og þar lék ég Hans og Bergþóra Gústafsdóttir lék Gretu og Jónína lék Nornina mann ég. Jónína þá hvað Þorsteinsdóttir? Já, einmitt. Já. Og þetta þessi 60 ár og nú fannst mér tímabært að loka þessum hring. Ég kannski ekki að hætta, en Og leika Hans og Gretu aftur? Og leika Hans og Gretu aftur. Nei, nú til leika Gretu. Nei, að með verk eftir Akureyringreindar. Þorvald heitinn Þorsteinsson, sem hvarf nú frá okkur allt og snemma. Já. Og þetta svona pínulítið í hans minning og aðeins að minnast þess að það þessi ár liðin. Og nú yfirgefur leikarinn eitt sviðið af öðru. Nú yfirgefur þetta svið. Sem ég kannski yfirgef ekki, ég veit það ekki. Allavega, próforma, þá þarf að loka þessum hring. Það þarf að loka hringnum. Og þetta heitir Sveinsstykki. Og það er ákaflega, finnst mér, þarft og gott og fallegt verk sem hann skrifaði og bara langar til þess að
Akureyringa fá að njóta þess að Þú hefur leikið þetta sem Reyndar. Þú hefur yngstar verið að leika þetta. Já, sko, þetta eiginlega, sko, the longest run bara á ferlinum? Á ferlinum. Aha. Já, og kannski ferli nokkurs leikar. Þetta ég búin að vera að þessi 10-12 ár. Já, þú hefur ekki leikið í músagildri í London. Nei, ég sleppti því, Já. en tók þetta 12 ár? 12 ár. Já. Frá því ég var með þetta fyrst. Já. Og þá setti Þorleifur Örn, sonur okkar það upp með mér og voru með út í loftkastara og síðan í Gamla bíó. Svo fannst mér við hæfi að þá var Þorvaldur ný dáinn og að heyra hans minningu og í rauninni svona þakka fyrir mig, kveðja mína dyggu ágæta áhorfendur í Þjóðleikhúsinu og var með þetta stóra sviði Þjóðleikhússins. Já, þegar ég var 70 alveg. og þegar ég var að kveðja. Já. Það svið. Og það stutt síðan það var í rauninni, ekki? Það svona 2 ár síðan. Já. En þrátt fyrir það að þú leikir þetta hér, þýðir það að þú sért að ljúka þessu verki eða ætlar að eiga það einhvers staðar? Nei, ég ekki endilega. Ekki hægt að eiga svona í bankanum bara? Það bara, svona verk hverfur ekki frá þér. Það gerir það ekki? Þetta bara þannig verk. Arnar, fyrir 60 árum? Já. Hans og Greta? Já. Þakkaði fyrir, ég sá sýninguna. Ég sá sýninguna. Ég man eftir þessu. Já. Ég var bara lítið strákur. Já. Og mér finnst agalegt þegar ég ýtti henni inn í ofnin. Var það ekki? Jú. Það skelfilegt. Já. Þau eru morðingjar. Ég var svona, akkurat, veltaði fyrir mig hvort að þessi kona, hvort það kemur einhver önnur til að leika þetta næst. En þú byrjar hér. Já, ég byrja hér. Þú ert héðan. Já, ég. Þú ert Akureyringur. Já. Og byrjar að leika hér. Já. Bara pínustrákur. Já. Ég ætla ekki verið 11 ára. Og síðan áfram, og þetta var nú ekki langt að sækja þetta, sko. Nei. Af því að Jón Kristinsson var náttúrulega áhugaleikari. Já. Þó að kannski aðalleikarinn hafi verið móður mín, Arnþrúður Ingimarsdóttir, sem að já, hún lék bara heima aðalega, en hún seldi miðana og svona og aðstoðaði við þetta, en hún tók fyrir kallan og kellingan á Langanesinu alveg í Langerbannir. Já, er það? Já, það var mikil upplifun. Já. Nú, ég fór að skottast niður í leikhúsi og gamla lyktin af stöðkonum, sminkstöðkonum, hún alltaf situr enn í vitunum og greip úr mér augun, þú veist eins og þegar ég horfði á Mýs og menn og kallaði þetta að drepa besta vin sinn og skjóta hann og svo framvegis, þetta var náttúrulega alveg skelfilegt. Og síðan ég að leika í Börsin, ég að leika í einhverju farsa öðrum farsa sem ég var í og síðan í Pabbanum. Þá líklega 17 ára, eftir Clarence Day. Sá það. Sem að kallfaðir minn, þar leik hann Pabban, ég leik alls það soninn og þarna voru, Einar Karl var næsti sonur, Börkur Eiríksson. Já. Ég man eftir þessu. Og fleiri, já. Svo flosnaði ég upp úr menntaskólanum í 5. bekk, var með blóðsjúkdóm sem þurfti að greina og það tók langan tíma, var fyrir sunnan í einhverja 2 mánuði og þá var eiginlega teiningurinn kastað því að þarna í þessari sýningu, eins og ég hafi nú þá bara vissi ég, þetta var mitt ríki, þarna leið mér vel. Já, er það? Þarna vildi ég vera. Leið þér vel strax í þessu? Bara á sviðinu. Já, er það? Já. Hefur svona rosalega sýningatörf? Það hlýtur að vera. Nei, án gammalspí, fannst þetta bara svona? Já, þarna vildi ég vera. Já, hvað sagði pabbi og hvað sagði pabbi og mamma við því? Var þetta svona vænlegt? Áttu menn ekki að fara í vinnu þar sem að gæfi eitthvað af sér og geti séð fyrir fjölskyldu og svona? Ég átti að fara ábyggilega háskólaborgari eða guð veit hvað og ég held ekki að vegna þess að þetta gerist þannig að ég ætlaði bara að vinna hér veturinn og leika með leikfélaginu og svo höfðu þau eitthvað orð á því að þau myndu jafnvel bara styrkja mig í nám út í Englandi eða eitthvað. Í leiklistarnám? Já. Og þetta var allt saman mjög gæfulegt. Og ég sendur suður, eða vaklaði suður og sendur suður til þess að ná í handrit, meðal annars. Leið að maður var aðeins að skvetta úr klaufum.
við Tómas Ingi fórum suður og þar hitti ég Jónas Jónasson sem var leikstjóri að pabbanum og hann sagði mér bara að drífa mig upp í Þjóðleikhús og þar var í leikstjórnaskólanum að byrja og ég ætti bara að fara í hann, þetta væri ekkert vitað að hangsa með það. Fórstu þá ekkert norður með handritið? Ég fór bara ekkert norður með handritið, sendi bara Tómas norður með handritið og kom ekki tilbaka og ég ekkert vissum að kallfaðir minn hafi verið mjög hrifinn af því. Hvað segir? Ég kom bara ekkert tilbaka. Það var bara magalegt ég á stóra sviði Þjóðleikhússins. Og fórstu þá strax inn til þess að leika eða hvað? Það var bara þannig að þetta var... Hvern hittirðu þar? Ég bara óð inn á skrifstofu til Róðseng þess að hann sagði þetta alveg að byrja okkar vanta að stráka hérna. Þannig að það var bara þannig. Ég bara fór beint inn og ég tók próf og bara var komin í skólan. Já. Þetta var Þjóðleikhússkólinn? Já. Og ferði inn á skóla, byrjar strax að leika á sviðinu, segir þú? Já, það bara þannig að sko á þeim tíma skólinn var milli 5 og 7 eitthvað svona og á þeim tíma var bara sko það var lenskan, þá voru menn bara að leika. Við vorum bara nýtt í að vinna. Að leika? Já, eins og svona. Já, nemendurnir. Já, nemendurnir voru bara statistar og hitt og þetta var náttúrulega aðal skólinn. Það var að horfa á þetta ágæta, sjá þetta ágæta fólk sem var þarna voru allir helstu listamenn þjóðarinnar. Já. Þú ert með mynd af fyrsta hlutverkinu. Þetta hundurinn Habakuk. Sko, þú ert þessi? Ég þessi. Já. Þeir hafa náð að mála þig rosalega. Já, alveg rosalega. Þetta hundurinn Habakuk. Og ég fékk hlutverkið af því að mér minnir það að vera þannig að Jón Júl, hann kunni ekki að gelta. Eða það væri ekki nógu góður að gelta. Þannig að þá fékk ég hlutverkið. Þannig að þú leikur hundinn Habakuk og það upphafið að atvinnuferlinu þínum við að getur orðað svo. Já, það má segja það. Já. En síðan ertu náttúrulega ekki, þú ert ekki með mynd þarna af þessu stóra hlutverki sem að ég sko sló eiginlega í gegn, getur við sagt það var í Gísl. Já. Meðan ég var í skólanum. Já, við eigum myndir af þessu. Já, við eigum myndir af þessu. Já. Býttunum við, hvar var það þá leikið? Þú leikst það svo aftur... Á stóra sviði Þjóðleikhússins. Og svo leikið það hérna 69. Já, komst hingað og leikst það. 64. Svo kem ég hérna og við setjum það upp hér 69 minnum mig. Já. Þannig að þú hefur alltaf verið tengdur norður. Þú ert alltaf að koma norður. Alltaf að koma og svo vorum við hér í 6 ár. Já. Gerist nú ýmislegt þarna í middeltíðinni reyndar, sko. Við stofnum hérna leiksmiðju og 68. Ég var að vinna mikið, ég var fastráðanir í Iðnó í 2 ár og vinna með grímu mikið. Síðan komum við hingað 69. Svo fæ ég Stefaníustyrkinn 71 líklega og 72 erum við svona, það svona mikið sabbatár, þá tökum við bara heilt ár, það var svona háskólinn, þá förum við upp og niður út á söður Evrópukortið, erum fram að jólum í London og síðan förum við og út allt upp til Svíþjóðar, erum í Hollandi, Þýskalandi, Frakklandi, Tékklandi, Tékkóslóvakíu þá og Póllandi og endum í París, þetta mikla ferðalag eftir að hafa séð einar 60 sýningar. Og þetta var allt saman mjög skemmtilegt og þetta var þetta mikla sabbat ár, líklega 72 og komum svo aftur hingað og stofnum hér atvinnuleikhús 73. 73, já. En þú segir við? Við Þórhildur. Já, kona þín Þórhildur? Já, kona mín Þórhildur, Þórhildsdóttir, leikstjóri. Já. Með meiru. Já. Og hvað hérna, segir mér meira af fjölskyldunni, hvað hún stór? Við áttum 5 börn. Já. Elsta dóttir okkar lést úr krabbameini. En 4 eru ákaflega spræk. Það Sólveig sem var næst elst. Hún núna einn aðalleikonan í Wiesbaden í Þýskalandi. Þorleifur Örn kemur næstur. Hann leikstjóri mest í Þýskalandi. Hann núna setið upp, að æfa Njálu sem verður á jólum í Borgarleikhúsinu. En mest staðsettur úti og settur upp hverja sýningunum fættur annari. Og Oddný sem að reyndar kom heilmikið við í leiklist og þau hefur leikið með mér bara aftur og aftur, sérstaklega þegar hún var yngri.
En hún svo sem hefur ekki fetað alveg þessa slóð, hún hefur verið núna í ferðabransanum mikið en hefur verið að læra ýmislegt annað og ég á alveg eins vona og hún Þetta nýða? En hún finnur sér einhverja aðra leið, hvort hún fer lögfræði eða hvað hún fer, hún talar ótal tungumál og svo það Jón Magnús sem verður hérna með okkur núna og útskrifaður úr leiklistarskóla í Danmörku, svona trúðarskóla, það fór bara í grunninn og hann hefur verið bara að klára sína menntun og síðan við verið heilmikið upp í standi. Hefur Jón Magnús? Já, og hann skrifar sína texta sjálfur og hefur alltaf verið, hann fyndinn? Hann fyndinn og var rappari á sínum tíma og gerði heilmikið, kallaði sig Vivid Brain. Hvað fannst þér þetta? Mér fannst það bara fínt. Rappið og þetta alls saman? Já, bara því að þetta var svo flotti textar. Mér fannst þetta mjög gaman. En þið hafið farið mjög víða, þið hafið ferðast mikið. Alveg gríðarlega. En svo varst að segja áðan hérna, 72 eða? 72. Og síðan ég 76, þá ég boðin til Kína. Og það var delegasjón sem fór til Kína, Þórhildur fór með þangað, Siggi Páls, Gerður Óskarsdóttir, Kristján Guðlaugsson sem var, og hans kona þáverandi Sofía. Við vorum þarna í Kína í einar 3 vikur, fórum allt. Það var ótrúlega mikið ferðalag. Síðan löngu seinna þá hringdi ég með kona sem rak ferðarskrifstofu og spurði hvort að ég væri ekki golfari. Jú, ég ætla að fara með fólk til Suður Afríku. Það eru einhverju golfarar þar, gætu þú ekki komið? Já, einhverju golfarar þar, já. Gætu þú ekki komið með? Jú. En hef aldrei komið þangað? Nei. Jú, sagði ég. Svo hringdi hún nokkrum dögum síðan og heyrðu þessi ferði dottinu upp fyrir en getur þú komið til Eyjaálfu? Já, og hugsaði um ég get að leiki leiðsögumann. Ég hef aldrei verið leiðsögumaður. Maður verður bara að vera blaðsíðun og undan einhvern veginn. Já. Og svo vorum við komin allt í niður á Eyjaálfu. Nei. Jú. Og það var bæði Ástralía, það var Nýja-Sjáland og það endaði á Fidji-eyjum. Ég hef verið á Fidji. Ég trúi því ekki. Þannig þetta var geysilega skemmtilegt ferðalag og gott fólk og það voru Akureyringar þar á meðal. Þannig að þú hefur verið að þvælast út allt? Og Japan og ég bara veit ekki hvað, Rússland og það eina sem við eigum eftir Afrika sunnan. Sahara? Já, og Suður heimskautslandið, við höfum það alveg eftir. Já, þú átt alveg eftir. Og Grænland á ég eftir líka. Já. En annað nokkurn veginn. Við fórum langaferð til Perú. Það var mjög magnað. Já. Takkið ykkur bara til, fjölskyldan eða hjónin og farin í svona ferðir? Nei, bara æxlast svona. Þetta hefur ekki verið planað neitt. Þykir ykkur gaman að ferðast? Já, okkur finnst mjög gaman að Já. ferðast. Hvernig ferðist þið? Ég meina, eru þið þá mestmegnis í því að skoða söfn eða þess áttar? Þetta getur verið svo misjafnt, sko. Það fer náttúrulega eftir hvort þú ert í skipulagðri ferð eða ekki. Skipulagður ferð til þess fórum til Íran. Það er ekki leiðilegt að vera í Íran. Þar voru eiginlega engir túristar að vera nánast einn á Persepolis. Það er alveg mjög sérstaklega upplifun. Ég get svarið það. Það mjög sérstakt. Já. Þannig að auðvitað allt skoðað. Þar voru við náttúrulega með manni sem var arkitekt og fá bara söguna alveg í æð. Ykkur þykir gaman og þér þykir gaman á svona ferðalögum að komast inn í svona sögulega staði og þá ferða að hugsa og grufla og lifa þetta upp. Já. Kambódíu, Víetnam, alveg magnað. Hefur þið þá aldrei langað til þess sem leikari að flytja til útlanda og reyna að vinna þar? Það er nú ekki auðvelt með þetta tungumál. Nei. Ef maður hefur ekki annarkvort verið í skóla eða náð valdi á öðru tungumáli, það er ekki mjög... Jú, maður með hreim. Maður með hreim, já. Það getur verið það. Já, nú er þetta miklu auðveldar eins og við sjáum bæði með Darra og Ingvar og fleiri sem hafa reynt eitthvað aðeins fyrir sér í bíóinu. Já. Að það er kannski auðveldara þar, sko. Já. En ég er bara ekki náttúrulega að því. Nei.
Þú nefndi bíóið, það var sýnt í sjónvarpinu fyrir ekki löngu síðan þegar þú varst að leika í mynd hjá Ágústi Guðmundsssyni. Já, við báðir reyndar. Já, við reyndar, já. Manstu hvernig þetta var? Já, ég man það mjög vel. Ég átti náttúrulega ekki að leika, þar að segja, ég átti að leika í myndinni en síðan verði ég fyrir þessu mikla slysi. Ég brýt á mig báða hæla og ökla og er bara í hjólastól í hálft ár. Þurfti að læra að ganga upp á nýtt og allt það. Já. Þannig að þegar Ágúst kemur upp á spítala og segir, jæja, þá er það búið. Þú verður að finna einhvern í þetta. En hann var eitthvað að þrjóskast við. Geta farið Jón Júl, þeir geta skipt hann. Ég segi það. Það geta gengið. Hann var eitthvað að þrjóskast við og nokkuð ákveðin því að við eigum að reyna að gera eitthvað og það er reynt að búa til eitthvað þannig ég geti ekki staðið, ég gat alltaf ekki staðið en að búa til einhverjar spelkur þannig sem hann áður þá niður fyrir iljarnar og svo mann ég við förumustur á Meðallandsand og það verður að ráða að prófa þetta og ég skrúaði niður í sandinn þennan fyrsta dag þegar við vorum niður á sandinum og það er heitt og það er í fyrsta sinn sem ég stend þegar ég fæ blóðflæðið svona niður í lappirnar. Ég held ég hljóta þér alveg hvítur og allir þessu myndu því það var bara að líða yfir mig allan daginn. Síðan lékvöðu svo mann, svo var búinn til ansi góðu kassi og ég reyndi bara að leika þetta, ég leik þetta á hnjánu og reyndi bara að leika þetta til eðlilega fyrir ofan mitti. Og svo ég sá það í myndinni, það var rosalega flott sko, þú varst að tala um einhvern og svo það var klippt. Þetta var glæsilegt. Þetta var svona hálfgerður derby-stikk líka sem hann settur undir rassinu á þér. Já, það var það. Það var sett upp í tóttina bara og hann var stífaður af, kallinn. Og svo voru reyndar tekna senur sem ekki voru með, mannsætti því. Það var að hann var látið fara á hestbak. Já. Og þá voru, af því ég var bara í gifsi, að þá voru skorin sundur stígvél og límd utan á gifsið. Svo var ég látið daldalast á hestbaki, svo var þetta allt klippt út. Gústi hélt að þyrfti nauðsyn að hafa þessar senur með. Það var svo reyndist það nú ekki það. En hvernig ertu þá eftir þetta mikla slys? Já, þetta eru náttúrulega hálfgerðar druslur, sko. Já. En nú ertu svo duglegur í golfi. Já, ég fór í golfið út af þessu, það er að segja að fá eitthvað blóðflæði niður í lappirnar og geta eitthvað. Ég gæti ekki gengið á fjöll, þannig að var að gefa drauminn 100 metra hlaupið og svona, en þannig að golfið virtist vera bara, og þegar að við vorum að leika kallakórinn Heklu, eins og þú manst, þá vorum út í Tommi Lilla på Skåne. Tommalilla? Já, Tommalilla. Þá var það einn golfari sem var á svæðinu, Laddi. Hann fór að leita einhverjum hálfvitum sem höfðu haldið á priki og fann þig og mig og Randver Þorláks. Og þá við áttum eitt frídag, sunnudag, og þá var þetta fína veður og Laddi búinn að undirbúa þetta allt og við vorum, sýnist mér á mynd alveg svakalega glæsileg með sólgleraugun og hattana og bjórinn og græjurnar og allt klárt. Og svo fyrir Laddi og sýnir okkur hvernig ég gera þetta og hann var ekki vola högglangur, hann sló alveg þráð beint og flotta takta. Ég held ég hafi farið næstur og slegið. Í minninu er þannig ég hef slegið svona þetta beð 3 sinnum lengra og algjörlega beint eins og ég hef aldrei gert neitt annað. Og það ég komið í golfi. Ég man eftir þess, já, það var ótrúlegt. Það var bara þannig. Það var eins og það verið aldrei gert annað en að spila golf. Nei. Og það var alveg sama hvort það voru dræfinni eða stuttaspilið. Já, já. Og púttinn. Þetta lá allt fyrir. Já, já. Enda vannst þú hringinn. Já, já, ég vann hringinn. Já. En síðan náttúrulega það var allt út á söður næstu 2 árin, skilur. Já. En svo fór þetta að koma og ég var mjög duglegur því að ég fékk golfsett eiginlega með því fórhverfið að ég kæmi mér meira eitthvað út af heimilinu. Ég hafði ekkert verið náttúrulega voðalega duglegur við það út af öllu saman. Og þar hef ég ekki síðan sést, skilur. Eða þannig. Já, já. Og hvað spilar þú helst? Ég var fyrst, ég byrjaði út á Nesi, það var svo stutt að fara þangað. Svo fór ég upp í Oddfjöró, var þar í fjöldamörg ár og síðan fer ég, þá voru margir af kunningjónum og vinkonu Þórhaldar að byrja og hún að byrja og við förum upp í GR. Já. Þar hef ég verið og síðan erum við með bústað upp í Úthlíð, Biskupstungum og ég spila mikið á þessum dásamlega velli sem ég finnst einhver flottasti 9 holu völlur á landinu og skemmtilegasti.
og gott fólk þar, það á hérna Geysi. Já. Það mjög fín og flott. Og konaðinni komin í þetta líka? Já. Já, það nú eiginlega nauðsynlegt. Já, það eiginlega nauðsynlegt. Já, það betra. Því að það fer það mikil tími í þetta? Já. Arnar, við erum eiginlega búin þessu. Erum við búin? Já, það að segja búin með tíman. Ég er búin með tíman? Já. Býtu og næsti þáttur þá hvenær? Tökum hann upp eftir klukktíma. Sko, sérðu alveg fyrir þér að þú haldir áfram að vinna svona í leiklistinni? Já, meðan að ég get hún enni og... Já, ég held það. Það ekkert komið í því að þú sér komin á aldur og eigir að fara bara að spila golf og hugsa svoleiðis? Nei, þetta var nú ágætt aðeins að slaka á, sko, en það bara hefur ekki verið í boði fram að þessu. En það kannski kemur nú að því fljótlega. En fyrst ætla ég nú að klára þetta hér og sveinstykkið á föstudaginn og ég þarf að einbeita mér að því. Og þú kemur alltaf, já, ég var að segja heim, af og til. Kemur alltaf norður af og til, til þess að leika. Já, sem golfleikari eða sem leikari. Allavega einhver leikari. Já, einhver leikari. Það er ein mynd í lokin. Það er ein mynd í lokin. Já, það er lágmark. Það er lágmark, sko. Já, það er alveg lágmark. Já, kemur bara eins og flestir sem ég tek myndir af. Já, það ekki. Kemur bara ágætlega út. Alltaf mér, það var gaman að hitta þig og spjalla. Svo og gangi þér vel. Stakka þig til þetta.